Komið heil og sæl og verið velkomin í Landsbyggðir. Að þessu sinni þá ætlum við að ræða við frumkvöðul úr Skagafirði sem hefur hlotið hvatningaverðlaun Félags kvenna í atvinnulífinu, hvatningaverðlaun SFS og við ætlum að fræðast það í rauninni fyrir hvaðan hún kemur og hvert hún að fara. Svona í stuttu máli, verður velkomin. Takk. Byrjum aðeins á forsögunni þinni, hvaðan kemur og hver bakgrunnur og menntunin þín? Ég fædd á Sauðárkróki og uppalin þar til 18 ára aldurs, fór þaðan til Ameríku og kom síðan tilbaka árið 2004 og þá var ég orðin 34 ára á Krókinn, búin að ná mér sem sagt í meistaragráð í næringafræði út í Þýskalandi og var að byrja í doktorsnámi í Háskóla Íslands. Og það sem gerir mér í rauninni kleift að byrja í doktorsnámi og flytja í Skagafjörðinn að Fisk Seafood hafði gert upp gamalt frystihús og var búin að koma þar fyrir rannsóknaraðstöðu og kennsluaðstöðu líka og þar gæti ég gert verklega hluta af náminu mínu og verið með skrifborð og annað þar sem ég gat þá gert þennan skriflega hluta sem þurfti að gera. Þannig að þú gerir doktorsritgerð þá í matvæla efnafræði. Matvæla efnafræði? Já, en var að vinna með þorsk og þetta snerist allt um þorskprótein, doktorsritgerðin mín. Hvers vegna þorskprótein í doktorsritgerð? Hvað fekk þig til þess að hugsa út í það? Í rauninni hafði ég mjög mikinn áhuga á bara næringarefnum og næringafræði og svona eitt leiddi af öðru og ég fór að skoða sem sagt áhrif ákveðna efna á lífvænleika þorsklirfa og fór þá að skoða sem sagt próteintjáning og annað og hvort það væri einhvern veginn hægt að stuðla að betri lífvænleika með því að bæta aðstæður í eldinu. Og það var sem sagt, þarna var ég með eldisaðstöðu á Sauðárkróki og gat þá verið að vinna á niðurstöðum öðru og framkvæmt á eldispartinn. En ég fór síðan til Skotlands og var þar í 1 ár þar sem ég vann sem sagt, þar sem ég skoðaði betur próteintjáninguna og ég safnaði sem sagt bara sýnum og fór síðan því ég var búin að safna öllum gera framkvæma tilrauninnar og átti orðið svolítið gott safna sýnum að þá fór ég til Skotlands með strákana mína. Maðurinn minn varð eftir í Skagafirðinum og við vorum þarna í 1 ár. Og þegar ég kom tilbaka þá sem sagt átti ég eftir að vinna úr þessum niðurstöðum, úr tilraununum sem ég gerði í Skotlandi og þá kom skrifborðið sér vel þarna í verinu og þannig ég hélt bara áfram og svo útskrifaðist ég árið 2009. Það eru ansi mörg orð sem hún notar sem ég skil ekkert endilega sko. Próteintjáning til dæmis eitthvað. Er auðvelt að útskýra þannig séð eða endaru í svona samtalið svo mig þar sem bara eitthvað, hvað próteintjáning? Nei, það alveg rauninni hægt að útskýra þetta náttúrulega mjög fræðilega og síðan hægt að útskýra þetta á einfaldan hátt. Því að í rauninni genin, þau eru umrituð yfir í prótein. Það er ákveðin svona skilaboð sem eru sem að genin okkar innihalda og próteinin eru mjög mismunandi og þannig að þau eru í rauninni, það er hægt að tjá þau á mjög mismunandi, eða hægt að umrita genin á mjög mismunandi hátt og það er svo sem gerir okkur að einstaklingum í rauninni og að bara svona funksjónal verum að það er í rauninni próteinin sko. Þannig að og við getum haft áhrif á það. Við getum í rauninni ekki haft svo mikil áhrif á hvernig genin eru samsett, en við getum haft áhrif á hvernig próteinin eru samsett. Og þú útskrifast, klárar þetta doktorsverkefni 2009? 9, já. Og hvað tekur við hjá þér þá? Já, þá held ég áfram í verinu á Sauðárkróki að þá sem sagt Matís tiltölulega nýkomið á Sauðárkrók, eða þeir koma þarna 2007 og setja upp líftæknismiðju sem fólst í því að þeir voru bæði með rannsóknarstofu og svona litla verksmiðju í rauninni. Þar sem þeir voru að vinna prótein úr þorski í þessari litlu verksmiðju og ég fæ sem sagt sérfræðingsstarf hjá Matís. Mér bauðst það þarna eftir sem sagt doktorsnámið, eftir ég lauk því og tók því. Þannig að þá fór ég svona meira í það að skoða hvernig væri hægt að nýta próteinin úr
afskuri til dæmis sem að verður til við vinnslu á þorski, flakavinnslu. Þannig að þá fór ég meira svona í það að skoða ekki beint hvaða áhrif efnin eru að hafa, en heldur svona bara hvernig get ég unnið þetta á sem bestan og hagkvæmastan hátt. Þannig að þú ert svona hluti af þessu ferli íslensku sjávarútvegi sem að snýst að nýta allt. Já, og ég er alveg, já. Það er passjónið líka. Já, það er bara mín sýn, sko. Ég vil bara stuðla að því að við nýtum þorskinn eða bara aflan á sem bestan hátt, fáum sem mest fyrir hvert einasta kíló sem dregir upp á sjó. Er það ekki rétt svona mat að við erum rosalega framalega á heimsvísu í nýtinga hlutfalli og í verðmætapíramídanum hvað það varðar? Jú, við erum. Þetta er náttúrulega, með tilkomu kvótakerfisins, að þá náttúrulega þetta gjörbreytti allri hugsun innan sjávarútvegsins. Já, bara þegar mátti veiða minna, þá fór fólk að hugsa, ok, hvernig getum við þá náð meiri verðmætum út úr? Nákvæmlega, og þetta hefur svona einkennt íslenskan sjávarútveg þá síðan að kvótinn var settur á að bara stuðla að sem mestri verðmæta myndun og líka þá náttúrulega bara allt varandi hráefni, meðhöndlunar hráefni og þú veist, og það verður ekki til góð varaður að bara byrja að meðhöndla hráefni strax og aflinn tekin upp úr sjónum. En núna er alls mikið búið að gerast. Þú ert í rauninu búin að framleiða og setja og það er náttúrulega fyrirtæki. Segðu okkur aðeins frá fyrirtæki. Sko, þetta er í rauninni, ég er að stýra 2 fyrirtækjum og það sem gerist er að ég er að vinna hjá Matís að skoða þorskprótein og þú veist þessa heilsubætandi eiginleika þorskpróteina og hvernig vinnum maður próteinin sem best, þannig að þetta verði nú þú veist svona minnst lykt og minnst bragð og allt þetta og árið 2012 að þá fer Fisk Seafood sem er í sama húsnæði eða aðalskrifstofa Fisk Seafood að þeir eru í sama húsnæði og Matís þarna í verinu og þeir eru að fara svona í gegnum ákveðna stefnumótun í sínu fyrirtæki sem að miðar að því að auka landvinnslu á kostnað sjófrystingar. Og það náttúrulega fól í sér rosalega mikla breytingar, bæði, þú veist, það var skipi það var ákveðið að selja einn frystitogara, breyta öðrum í ferskfisktogara og svo náttúrulega bara, þú veist, þetta aukna magn sem kom inn í landvinnsluna, að það þurfti að takast á við það þurfti að breyta og aðlaga húsið að þessu mikla magni og það var byggt þurrkhús og náttúrulega bara farið í ýmsar aðgerðir til þess að mæta þessu mikla magni sem var að koma í land. Og þá hugsuðu menn með sér, ok, ég meina, þú veist, allar þessar breytingar, þær kalla á ákveðna svona rannsókn og þróuna vinnu og líka auki magn, þú veist, það gefur af sér meiri svona þessar aukaafurðir eða hliðarafurðir og annað og það er ákveðið að kaupa fyrirtæki sem heitir Iceprotein sem að Matís átti á móti Fisk Seafood. Fisk Seafood hafði keypt 64% í Iceprotein árið 2009. Þannig að þeir áttu þetta fyrirtæki saman og þetta var fyrirtæki sem er stofnað af starfsmönnum RF árið 2005. RF er rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins, eða var, sem rann síðan inn í Matís 2007. Og þetta fyrirtæki, markmiðið með því var að vinna prótein úr hliðarafurðum, úr fiskvinnslu. Og þetta hafði svona farið af stað aðeins í þessari litlu vinnslu í verinu. En náði einhvern veginn aldrei svona almennilegri fótfestu og þegar að Fisk kaupir hlut Matís þá í árslok 2012 að þá er í rauninni engin starfsemi í Iceprotein og þeir tala við mig í ársbyrjun 2013 ég fer í Iceprotein í mars 2013 og spurja hvort ég sé til að skipta starfsvettvang og taka að mér Iceprotein og bara reyna að koma fyrirtækinu í gang. Og við fórum í gegnum þessa stefnumótunarvinnu sem hafði verið farið í 2012 og við ákváðum að breyta Iceprotein úr því að vera framleiðslufyrirtæki yfir í það að vera rannsóknar- og þróunarfyrirtæki sem gæti þá stutt við þessar breytingar sem að Fisk Seafood var að fara í. Og ég ræði til mín fólk með þekkingu og menntun á sviði rannsókna og við förum strax í að
förum strax í það með Fisk Seafood og fleiri fyrirtækjum eins og Skaganum, 3X, Matís og Frost að skoða breytingarnar á Málmey sem var þá frystitogari og við náttúrulega bara byrjum niður í landvinnslu bara og fengum sjómennina til að koma með lifandi fisk í land og blóðguðum hann og gerðum á honum og settum hann síðan í þessa ferla sem miðuðu að því að kæla fiskinn niður að sínum frostpunkti á sem skemmstum tíma og þannig, byrjaði það og síðan kom náttúrulega Skaginn með sína þekkingu og 3X og þetta millidekk verður til sem er einstakt, það sem verið að kæla fiskinn án þess að nota ís og nýju togararnir eru allir að setja svipaðan búnað á sín millidekk. Ég veit ekki hvort að fólk áttar sig alveg að því við erum að tala þarna það sem sumir kalla ofurkælingu. Ofurkælingu, já. Að hverju þetta breytir, því þetta er dálítið stórt mál. Já, þetta er risamál og til dæmis að við sem sagt gerðum þarna tilraunir sumarið 2013 frekar en 2014 þar sem við vorum að bera þetta saman og ís eða kæla fisk á ís versus þetta ofurkælingakerfi og þetta var að taka svona 27 tíma að kólna niður fyrir nullið með því að nota ís eða kjarnhitinn í fiskinum var að það tók hann það bil 27 klukkutíma á meðan í þessu ofurkælingaferli að þá vorum við að ná fiskinum það tók cirka 2 klukkutíma að ná honum niður í mínus 0,7 sem er sem sagt að þá ertu komin að þessu frostpunkti og vilt alls ekki fara niður fyrir hann. Nei, nákvæmlega. Og þannig að við erum að tala að kæla aflan að taka 27 klukkutíma eða þá að taka það tekur bara 2 klukkutíma með ofurkælingakerfinu. Og það er ekki aðalatrið endilega að spara tíman í frystingunni heldur væntanlega líftíma hráefnisins. Algjörlega og þannig erum við sem sagt erum við að koma með mun ferskari afla í land. Er þið þá komið veg fyrir átu mikið eða? Nei, við erum bara í rauninni að koma í veg fyrir allt þetta niðurbrot sem á sér stað bara leið og lífveran er í rauninni dauð, að þá fara ákveðni niðurbrotsferlar í gang sem eru æskilegir til dæmis í kjöti og ýmissi svona matvælavinnslu að þá eru niðurbrotsferlar æskilegir. En í fiskvinnslu er þetta ekki æskilegt. Nei. Við viljum ekki við viljum ekki að fiskurinn sé svona linur og viljum hafa hann stinnan. Og hvað lengi er þetta, að þú nýtir þetta ferli? Hefur þið komist að niðurstöðu? Ef við náum að halda þessari kælingu í gegnum allt vinnsluferlið og alveg út í verslanirnar, að þá erum við lengi að hillutíma það var búið að sjá eða gera rannsóknir, sem Matís meðal annars leiddi, að þetta var að lengja hillutíma það bil 2 sólarhringa sem er náttúrulega alveg rosalega mikilvægt. Já, þannig, fólk fattar það kannski ekki alveg, ég allavega fattaði það ekki strax, 2 sólarhringa, hvað, er það ekki bara smátteri? Nei, það er ekki smátteri. Nei, alls ekki. Það þýðir bara aukin verðmæti. Algjörlega og bara líka, þetta þýðir líka að það verður hugsanlega hægt að flytja eitthvað með skipum út, ekki einungis nýta flugvélarnar. Þannig að þetta býður líka upp á hagræðingu í flutningum og þú ert ekki með ís, þannig ertu bara með bara kælt hráefni sem fer kælt í kassa. Hefur líka ekki verið eitthvað mar á fiskunum með ísnum? Komið þið í veg fyrir það eða er hann? Jú, það var sérstaklega sem sást í samband við laxinn, að það voru svona för í rauninni í holdinu eftir ísinn. Og sem að voru náttúrulega ekki að sjást í með fiskinn. Jú, reyndar, þegar þú segir það, þá man ég bara þegar vorum að koma fiskinn í land, að þá er hann svolítið svona, þá er roðið svolítið svona berðess merki að ísinn hafi, verið að beita þrýstingur af ís. En þetta er ekki, þú sagði 2 fyrirtæki? Já, og við erum og samhliða þessu, og bara ýmsu öðru inn í fisk, að þá vorum við alltaf í þessari þróun að þróa feril til að vinna prótein úr þessum hliðarafurðum sem myndast, sem eru aðalega afskurður og bara að þurrka þetta. Þannig að við værum með afurð sem getur nýtt í fæðubótarefni fyrir fólk. Því að eins og við vitum að þá er mikil eftirspurn eftir próteini
sem íblöndunarefni og sem bara fæðubótarefni og hingað til hefur misa verið svona helsti próteingjafinn og soja náttúrulega. En fólk, eða bara matvælafyrirtæki eru fann að leita eftir og bara neytendur eftir líka öðruvísi próteinum. Og þá og við hugsaðum með okkur og vorum eiginlega sannfærð það væri þarna markaður fyrir fiskprótein og þannig að við heldum því ferli áfram og þetta að taka þátt í þessari þróun á þessari ofurkælingu náttúrulega var líka alveg ótrúlega mikilvæg fyrir þróunum á próteininu því að við vorum að fá svo ferskt hráefni inn til okkar. Og það munar svo miklu í sambandi við að því við viljum náttúrulega hafa þetta lyktarlaust. Að það ekkert að láta ekki einhverja lykt myndast í hráefninu því að við erum ekki að ná henni úr. Þegar hún komin í hráefnið, þá hún þarna. Og við þekkjum þetta í allri til þess svo hausaþurrkun öðru. Ef það komið ákveðið skemmdarferli í gang, að þá losnar ekki við það þegar þú þurrkar hráefnið. Og það ekki girnilega lykt. Nei, þannig að þú verður að koma í veg fyrir þetta niðurbrot frá upphafi, bara leið og það það sem við erum að gera með ofurkælingunni, að við erum að koma í veg fyrir þetta niðurbrot strax borð í togaranum. Þannig að varan í dag, eða vörurnar, hvernig lýst þið aðeins fyrir okkur? Já, og það sem svo náum við að teljum okkur vera komin með ferilinn, 2015, að geta framleitt fiskprótein eða þorskprótein í hæsta gæðaflokki. Og þá fórum við að spá í því, ég vil láta æsprótein vera að framleiða þetta eða ég vil bara stofna nýtt framleiðslufyrirtæki. Og við ákvaðum að stofna bara nýtt framleiðslufyrirtæki í kringum framleiðslun á próteininu og halda áfram bara með æsprótein sem rannsóknar- og þróunarfyrirtæki. Og við sem sagt stofnum Prótís árið 2015 í október og setjum fyrstu vörurnar okkar á markað í febrúar 2016 undir merki Prótís. Og hverjar eru þær vörur? Við erum með 3 vörur á markaðnum í dag. Það sem sagt Prótís-liðir sem stuðla að liðaheilsu og síðan erum við með Prótís-létt sem stuðlar sem hjálpa til við þyngdarstjórnun og síðan erum við með Prótís 100% sem hreint þorskprótein. Og hvernig með eftirbragð? Ég man að ég var örugglega að ræða einhvern tímann einmitt þetta prótein og lyktina og bragðið að það versta við fiskpróteini væri að maður yrði bara ángandi eins og fiskur. Og það kannski stóra málið að... Nei, það við leist, auðvitað alltaf, það bara prótein ekki gott á bragðið. Það alveg sama hvort það sojaprótein eða misuprótein eða... Það bara ekki gott á bragðið, það bara beist og þess vegna svo mikið af auka og íblöndunarefnum í svona flestu sem þú blandar út í djús eða vatni eða eitthvað. En við ákveðum að við viljum hafa þetta án aukaefna og við viljum hafa þetta náttúrulegt. Og þannig að við vinnum þetta þannig að við fáum þennan afskurð og við merjum hann, við búum til sem sagt bara í rauninni fiskfas eða marning og við blöndum síðan vatni út í þetta og meltingarensímum. Og síðan þetta bara hitað upp í 37 gráður, bara eins og gerist til í mannslíkamanum og þessi meltingarensím, þetta bara svona meltingarensím eins og í maganum á okkur eða í meltingaveginum, að þau brjóta þetta niður. Þannig að í rauninni það sem að við þurrkum, afurðin okkar, niðurbrotið prótein. Þetta eru svokölluð peptíð eða vatnsrofin prótein. Þannig að það í rauninni búið að melta þetta fyrir þig. Og þetta á ensku þetta kallað svona fast acting protein því að þetta náttúrulega mjög fljótt að fara í gegnum meltingaveginn og til þess að koma í veg fyrir eitthvað vont bragð og lykt og annað að þá hylgjum við þetta. Við setjum þetta í hylki sem eru svona úr sellulósa þannig að við lokum þetta rauninni af og þetta líka verndar próteini gegn oxun og öðru. Þannig í rauninni og þú bara gleypir þetta. Og getur bara drukkið vatn með eða tekið þetta með mat eða... Hvernig hafa viðbrögðin verið? Viðbrögðin hafa verið góð og við erum sem sagt komin í 170 verslanir á Íslandi með vörun okkar og þetta hefur bara gengið í rauninni mjög vel. Þið farin að hugsa útrás? Já, við erum í rauninni búin að vera að hugsa í svolítið tíma útrás og erum í svona ákveðnum markaðsaðgerðum varðandi útrás og þurfum náttúrulega sem var náttúrulega felast í bara að finna markaði og það þarf að búa til kynningarefni og við erum á fullu í þessari vinnu
Og við sem sagt þegar við förum á markaðinn hérna á Íslandi að þá fáum við sem sagt sölu- og markaðsfyrirtæki með okkur sem að í rauninni markaðssettur vörun okkar. En núna í sumar að þá tókum við yfir þennan hluta þannig að við erum sem sagt sjálf núna að sjáum markaðs- og sölumálin og erum að læra náttúrulega alveg ótrúlega mikið og þannig að þú veist þetta er bara svona já, vaxandi fyrirtæki myndi ég segja og við ætlum að setja nýja vöru á markað núna fyrir jólin. Stefnum á nóvember, þar sem við erum að nýta enn meira af þorskinum. Sem sagt þegar við erum að búa til þetta marning, að þá sem sagt pressum við í rauninni afskurðinn í gegnum svona gatasigti, eða er þetta að segja svo, og þannig að bein og roð verða eftir. Þannig að núna eigum við það inni, nú þurfum við að búa til úr því líka og erum sem sagt að vinna núna að því að þróa vöru úr bæði roðinu og beinunum. Magnað. Þegar að þú tekur allt svona saman, því að þetta er náttúrulega gríðalegt frumkvöðlastarf, verið að vinna í nýtingu og náttúrulega líka bara fæði og næringu sem kannski er bara holl og góð fyrir fólk í Skagafirði, á Sauðárkróki. Og maður svona heggur eftir því þegar ég er að hlusta á þig, það var þarna verið, það var fyrirtæki á staðnum sem vildi vinna með ykkur, það var Matís. Hvaða máli skiptir svona stoðkerfi og hverju kostirnir við til dæmis að geta verið þarna af því að það eru margir sem að kannski hugsa það er erfitt að vera í frumkvöðlastarfi á þessari stærðargráðu út á landi? Þetta er í rauninni alveg, ég er í kjöraðstæðum því að það er svo góður aðgangur að góður hráefni þarna á staðnum og sem er náttúrulega eiginlega lykillinn að því að geta framleitt svona hágæða vöru, það er að hafa góðan aðgang að hráefni, af hágæða hráefni sem við svo sannarlega höfum og höfum þess að tekið þátt í að bæta hráefnið og síðan höfum við aðgang að þolinmóðu fjármagni sem er líka algjör lykill í svona frumkvöðlastarfi. Við erum semst í eigu Fisk Seafood og þar eru stjórnendur sem hafa skilning á okkar starfi og sjá hvað þetta er mikilvægt. Og Fisk Seafood er í eigu KS? Fisk Seafood er síðan í eigu Kaupfélags Skagfirðinga og þar eru líka stjórnendur sem hafa mikinn skilning á þessu frumkvöðlastarfi okkar og þetta frumkvöðlastarfi okkar er að smita út í rauninni út í allt fyrirtæki. Þú veist, þá er ég að meina bara KS fyrirtæki því að Kaupfélags Skagfirðinga er líklega eitt stærsti matvælaframleiðandi á Íslandi. Og þarna í Skagafirði að þá erum við að vinna úr 20% af allir mjólk sem að framleiddar á Íslandi. Það er verið að vinna það í mjólkursamlæginu á Sauðárkróki og það er sem sagt allavega 15-20, það er líklega í haust er það hærri prósent af öllum lömbum sem að slátrað er á Íslandi, þeim er slátrað á Sauðárkróki og 5% af þorskkvótanum er þarna hjá Fisk Seafood, 25% allir rækju sem að unnin er á Íslandi, hún er á Sauðárkróki. Þannig að það er gífurlega mikið af hráefni sem að verður til á Sauðárkróki og við höfum aðgang hérna og byrjum í fiskinum og þetta er svo sannarlega að smita út í matvælafyrirtækin og bara deildirnar því að það er verið að byggja próteinverksmiðju fyrir misuprótein, þar sem áætlað er að framleiða 300 tonn af misupróteini á Sauðárkróki og þessi verksmiðja verður tekin í gagnið núna í haust og það eru mikla pælingar í kjötinu og varandi aukaafurðirnar og búa til meiri verðmæti þar. Þannig að þetta er virkilega svona held ég breytt svolítið þangagangi. Þetta er rosalega framleiðsludrifið fyrirtæki Kaupfélags Skagfirðinga og þannig að menn eru svona aðeins farnir að veita líka því sem að svona gengur til hliðar, athygli, búa til meira úr því og þar náttúrulega þegar þú ert komin nýja vöru og enginn veit af henni, að það er hún einskis virði. Og þarna er þeir svo sannarlega að styrkja sig og eru búnir að setja laggirnar markaðsdeild sem er að hjálpa okkur alveg gríðarlega núna í að markaðssetja okkur þegar við tókum þetta inn til okkar og erum þá að fá stuðning frá þeim. Þannig að þetta er ákveðin bolti farin í gang sem á bara eftir að stækka. Þetta hlýtur að vera svolítið smita út í samfélagið bara líka, ekki bara fyrirtæki. Já, og til dæmis ég get sagt þér bara í þessum mánuði ég er búin að fá 6 starfsumsóknir. Já.
og þetta er ekki fólk sem býr á króknum. Þetta er bara fólk sem vil flytja á krókinn til þess að vinna hjá okkur. Þannig að þegar ég spyr svona býtu af hverju þetta sækjum starf og svona, þá er það bara viðkvæm. Mér langar bara til þess að vinna hjá Proteus. Já. Og Ice Protein, það sem heldur áfram að vera rannsóknar- og þróunarfyrirtæki sem er að styðja við allar þessa vöruþróun og er að styðja líka við sko eins og markaðssetningun hjá okkur með próteini. Núna höldum við bara áfram að rannsaka próteini. Þú veist, í dag byggjum við þetta á rannsóknum annarra. Þú veist, prótein, gerir þetta og hitt. En við erum síðan núna að skoða þetta, hvort að próteinu okkar gerir ekki, styðji til dæmis ekki við upptöku steinefna og annað. Þannig að við höldum áfram þessum rannsóknum og það sem að við erum líka svona, það sem að í rauninni keyrir fyrirtæki áfram og það sem fáum tekjurnar er að við erum sem sagt að styðja við gæðaeftirlitið í matvælafyrirtækjunum. Og það er sem starfsfólk frá Ice Protein sem fer á hverju mótni og í fyrirtækin tala við gæðastjórana, tekur sýni eða gæðastjórinn hefur tekið sýni. Við förum með þetta í Ice Protein og skoðum örverur, efnasamsetningu, fituprótein og allt þetta og svo fá þeir niðurstöðurnar sendar annarkvort þá bara eftir hádegi eða eftir 1 eða 2 daga fyrir eftir hvað tekur langan tíma að rannsaka þetta. Þannig að þetta er það sem að svona keyrir Ice Protein áfram í dag, svona tekjulega séð og við erum 6 sem erum inn í Ice Protein og 3 starfsmenn í Proteus, þannig að við erum búin að skapa síðan 2013 9 störf, sérfræðingsstörf. Þetta er alveg magnað. Ég er heilluð af því sem þið hafa verið að gera og lokum þegar tíminn okkar er hlaupið frá okkur. Hvaða ráðleggingar myndir að hafa til frumkvöðla og fyrirtækja á landsbyggðunum sem eru einmitt með einhverja hugmynd og það vantar þetta eitt til þess að fara í gang? Sem frumkvöðl, fá eitthvað sterkt fyrirtæki með sér í lið. Það sem að fyrirtæki hefur hagsmuna að gæta á í rauninu uppfinningunni. Reyna, og þú veist, það er lykillinn og það er lykillinn á okkar velgengni að Fisk Seafood, kaupfélagaskapfræðinga, þeir trúa á það sem við erum að gera, þeir hafa hagsmuna að gæta og sjálfsögðu höfum við mikilla hagsmuna að gæta að vera í góðu samstarfi við þá. Þannig að þetta er, og þú veist, án þess að gera lítið úr rannsóknarstofnunum með háskólum með öllu því, þar kemur það faglega. Við erum í góðu sambandi bæði við háskólana og eins og Matís. Þar kemur þetta faglega, við höfum stuðning af þeim, en þetta að finna sér sterkan samstarfsaðila í héraðinu sem að hefur, og reyna að selja honum og að hugmyndina og fá hann til að styrkja sig og vinna í góðu samstarfi við það. Það er algjör lykill á okkar velgengni. Finna svo kallað win-win. Svona win-win dæmi og setja það upp og selja það. Takk fyrir komuna. Þetta er stórkostlegt og ég vona að svo sannarlega eitthvað gangi vel. Takk fyrir. Og við ætlum að kveðja úr þessum þætti fyrir sæl.